Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris? Well, it's a company, if I recall correctly, which is associated with one of the companies that I was on a board of, and had an account, which, as I mentioned, has been with the tax on the tax account since it was established. So now I'm starting to feel a bit strange about these questions, because it's like you are accusing me of something when you are asking me about a company that has been on my tax return. Yeah, but it must be okay for me as a journalist to ask the Prime Minister about personal... But you are indicating that I have not paid taxes on it. No, I'm just asking you questions. Okay. But to go into the details, I would like my partner to do it in Icelandic. Akkur hefur það ekki sagt frá því að þú væri tengdur... Ég skal taka þetta viðtal við því sjálf. Nei, en akkur hefur ekki sagt frá því að þú væri tengdur aflandsfélaginu Vintris? Heyrðu, ég skal veita þér þetta viðtal... Við erum í viðtalinu núna, Sigmundur. Þú getur svarað, þú ert forsætisráðherra þjóðarinnar. Algjörlega. Þú getur svarað þessum spurningum. Vegna þess, eins og ég var að lýsa hérna áðan, þetta kemur fram á skattskýrslunum mínu og hefur gert frá upphafi. Það er verið að reyna að gera eitthvað tortryggilegt sem ég hef gefið upp alla tíð. Þú segir að þú hefur gefið þetta félag upp. Algjörlega. En hvaða eignir eru í félaginu? Hvaða eignir eru í félaginu? Ég meina, þú byrðir ekki... Við vitum um það að Vintris var kröfuhafi og er kröfuhafi í föllnu bönkunum. Já, þú ert að spyrja mig um hluti sem ég er ekki einu sem búin að kynna mér. Þú seldir þinn hlut í félaginu fyrir $1 2009. Þú ert að spyrja mig um einhverju tóma vitleysu. Þú platar mér í viðtal á försku forsetum. Ég er með undirskriftina hérna sekundur. Já. Viltu sjá hana? Já, ég meina, þetta er bara... But with all respect, Mr. Prime Minister, it must be okay to ask those questions. Já, einmitt. Sko, á gamlársdag 2009. Þegar þú byrðum að koma í viðtal, þá verður ekki með tækifæri til þess að kynna mér það sem þú ætlar að spyrja. Þú hlýtur að vita um félagið. Þú seldir konunni þinni félagið, helmingi félagið fyrir $1. Ég er bara að segja, seldi ég konu minni. Já. Ég var ekki eins og giftur á þessu tíma. Ég er bara að segja þér að Anna Sigurlaug er konu. Allt verið gefið upp til skatt frá upphafi. Þannig að þið eru að gera eitthvað tortryggilegt sem að er ekki tortryggilegt. Vita félagið þín er í indefense að þú hafir átt aflandsfélag sem var kröfuhafi. Hvaða atriði ertu að reyna að búa til þetta? Sigmundur, þú hlýtur að geta svarað þessum spurningum. Þú ert forsætisráðherra og þú hefur ekki komið hreint fram.